Segðu mér aðeins frá þessu fiskeldi ykkar, hvernig kemur þetta til? Já, það nú það, ætli þessi ekki bara áralangur ági, hugsa það. Og hvað eru þið að rækta? Sko við erum að rækta bara, ég ræktaði hérna skrautfiska og alls konar fiska fyrir fólk sem eru áhuga á. En þessi fiskar sem þið eru með núna, þú ert með heima á stofu bara, eina grimmustu ránfiskar sem til eru? Já, þeir eru heldur, ég er nú ekki að rækta þá, það er nú bara svona meira til gamans. Hvernig kemst maður yfir píranafiska á Íslandi? Þeir eru til í geldurabúðum, það er ekkert flóknara en það. Og hvernig er þessi útgerð? Er þetta dýrt og er þetta mikil vinna? Já, sko, ferskvatnið er ekkert svo voðalega dýrt, það er nú nei, þetta er ekkert svo dýrt. Það er kannski stoppkostnaðurinn sem er dýr í fiskabúrum og dælubúnaði, en eftir það er þetta ekkert svo dýrt. Hvernig er þetta mikil vinna á bakvið þetta? Ekki með svona stór búr. Eftir því sem búrin verða stærri því minni vinna er, eftir því sem búrin eru minni því meiri vinna. Segðu mér aðeins frá þessu fiskum sem þú ert með hérna í bílskútum hjá þér. Þú ert með stóra mikil búr, en hvað ert þú með hérna? Þetta er nú arowana, ástralskur, amerískur og bara ameríkufiskar, ameríkusíklur. Hvað verður þetta stórt? Það er mismunandi, arowana er ekki góð meter, þú segir. Svo er heitt svona 30-40 centimetrar. Hvað lifir svona lengi? Ekki hugmynd. Ekki komið reynsla á það. Hvað ertu búin að vera með þetta lengi? Ég er búin að vera með annan fótinn í þessu, helst ekki 20 ár. Og hefur þú svona verið að þróa þig áfram bara smátt og smátt eða ertu búin að vera lengi í sömu tegundum? Alltaf í sömu tegundinni. Alltaf. Hvað fær mann til þess að vera að dúlla sér í þessu? Ég bara veit það ekki, of mikið frítími eða eitthvað. Nei, þetta er meðfæddur áhugi, skal ég segja þér. Þetta er meðfæddur áhugi. Ég hef búin að vera í þessu sem ég var 16 ára og ég hef alla því alltaf á þessu. Þetta er eitthvað bara í okkur. Þið vitið ekkert hvað er svona heillandi við þetta? Nei, sumir eru með hunda, aðri ketti, við erum með fiskana. Hvað er verið að gefa þessum fiskum að borða? Ég gef pírunum fá bara kjöt og fisk, en ég veit að Svanur gefur sína líka, þannig að það er bara best að hann svari því. Við höfum nú séð, það hefur verið allavega dregin upp þessi brjálæðislega ímynda píranafisknum í bíómyndum. Lætur hann þannig í búrunni hjá þér heima? Já, ef ég svelt hann í viku þá gerir hann það, annars er hann mjög styggur og hann reynir yfirleitt ekkert að bíta ef hann er saddur, sko. Við sáum það einmitt áðan þegar ég var að mynda hefur, hann fór eiginlega bara í felur. Já, hann er styggur, sko, mjög styggur. En þessi fiskar sem þú ert með, þeir kannski ráðast ekki svona á bráðina eins og píranafiskarnir? Nei, þeir gera það nú ekki, en þeir svona gleypa meira það sem ef það passar ekki upp í þá éta það ekki. Þessi stóri fiskur sem þú ert með, það er svolítið stökkkraftur í þeim og þeir hafa jafnvel verið að lenda bara inn á miðju gólfi hjá okkur. Já, í sófanum hjá Óla til dæmis. Já. Það er nokkur sem lenti í sófasettinu. Já, það þarf bara ramgert lok til að halda þeim á sínum stað, sko. Er þetta dýr sem er að borða alla daga eða náið eitthvað að taka einhverja pásu frá þeim? Komist í útilegum helgar og annað slíkt? Já. Það er vika 10 dagar í góðu lagi. Ef ég er lengur frá þá læt ég gefa mestalagi einu sinni í viku. Ég sé það þegar ég skoða búrin að þetta er skínandi tært. Gengur vel að halda vatninu hreinu og öðru slíku? Er þetta engin vinna? Engin vinna, það er bara að vera með réttan búnað, góðan búnað. Það er lykilatriði. Annað gengur bara ekki.